Góðir áhorfendur, nú að hefjast útsending á spjalli Drífu Snædal, forseta ASÍ, við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins. Kæru áhorfendur, velkomin aftur í samtal sem ASÍ stendur við formenn þeirra stjórnmálaflokka sem bjóða fram til Alþingis í haust og mælast inni. Þessu sinni komið að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins. Velkomin. Takk. Tilgangur þessa spjalls er sem sagt að fólk verði betur upplýst stefnuflokkana, sérstaklega hvað varðar svona lífskjör almennings í þessu landi og launafólks. En Sigmundur, mér langar svolítið að byrja því að spyrja hvað skynsemishyggja? Já. Þetta kemur mjög oft fyrir á hérna í stefnu ykkar. Vissulega. Og þakka fyrir þessa spurningu, hún býsna stór en það er gaman að fá tækifæri til þess að ræða þetta aðeins. Skynsemishyggja að mínu mati snýst að leita lausna sem að virka óháð einhverjum pólitískum kennisetningum. Og mér finnst hafa dregið mjög úr skynsemishyggju undanfarnu í pólitíkinni og hún snúist sífellt meira að elta einhver fyrirframgefið módel eða kenningar fremur en að meta hverjar aðstæður fyrir sig og leita þeirra lausna sem best virka hverju sinni. Og ég sannfærður það ef menn leyfa sér að nálgast viðfangsefnin út frá því sem að mætti kalla bara almenna skynsemi og á ensku kalla common sense, þá sé með lýðræði hægt að iðulega finna bestu lausnina. Ég hef nefnilega mikla trú á því að virkt lýðræði skili iðulega bestu niðurstöðinni og þess vegna að treysta fólki til að taka ákvarðanir hvernig samfélaginu stjórnað fremur en eins og þróun hefur verið að stjórnkerfið og stjórnmálamennir sem elta kerfið stjórni út frá einhverjum kennisetningum. Heldur að sé einhver pólitíkur sem segist ekki aðhyllast skynsemishyggju? Ef þeir verið spurðir svona beint gerir ég ráð fyrir að þeir myndu flestir eða allir segjast gera það að þeir enginn vill vera andsnúin skynsemi en afstaða mín svo að stjórnmál séu ekki leidd af skynsemi eða skynsemishyggju nú til dags og það hefur verið það ágerast þessi vandi sem felst annars vegar í kerfisræðinu, það að segja minni lýðræðislegum áhrifum almennings. Það skiptir ekki lengur öllu máli hvað menn kjósa, menn fá alltaf samskona stjórn og hins vegar því að stjórnmálamenn þori ekki í mörgum tilvikum að taka afstöðu út frá því sem þeir telja raunverulega rétt, heldur reyna að komast í gegnum daginn á þess að segja neitt sem að gæti raskað ró einhvers eða orðið umdeilt. Því að ef við ætlum að stjórna út frá skynsemishyggju og rökræðu sem auðvitað liður í því, þá verður menn að þora að segja umdeilda hluti og taka svo umræðin það. Takk, þetta skýrði þessa forvitni mína. Að svona einu af þessu stóru málu sem við erum að kljást við þessa dagana og verður alveg örugglega stórt kosningamál. Það er húsnæðismálin. Það snerta náttúrulega bara svona grundvallar lífsgæði fólks að hafa gott aðgengi á öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði. Já. Og þetta, við erum nú með bökum hildari við því að það hafi ekki náðst að leiða til lyktan í húsalegu lög og svo framvegis en erum í stöðugri baráttu við þetta. Hver stefna Miðflokksins í húsnæðismálum? Stefna Miðflokksins í húsnæðismálum byggist á skynsemishyggju og það sem ég finnst sérstaklega skemmtilegt við húsnæðismál fyrir utan það að þetta er náttúrulega, eins og þú segir réttilega, eitt af alstærstu viðfangsefnum samfélagsins ekki hvað síst til þess að tryggja ákveðin jöfnuð og réttlæti í samfélaginu en að auki þá tengist þetta svo náið skipulagsmálum sem að er náttúrulega sérstakt áhugamál hjá mér og frá því löngu áður en ég byrjaði í pólitíkinni að ég held að skipulagsmálin og þeir möguleikar sem eru til staðar til þess að skipuleggja af skynsemi hafi ekki verið nýttir núna allt of lengi.
Sveitarfélögin hafa flest hver alls ekki verið að standa sig í því að útvega lóðir og leggja línurnar uppbyggingu sem að mun óhjákvæmlega ef þau fara af staðið það fyrir alvöru því að það verður meira byggt og verður viðráðanlegra hvort sem að það til að kaupa eða leigja. Það þetta helst algjörlega í hendur og það margt sem að þarf að breytast í skipulagsmálunum og ég myndi jafnvel svona til þess að bæta einhverju við fyrir utan hið augljósa vilja nefna að í skipulagsmálum, ekki hvað síst til dæmis varandi félagslegt húsnæði, þá eigi menn að líta meira til þess að búa til aðlaðandi fallegt umhverfi. Þeir sem að hafa kynnt sér skipulagsmál við erlendis og ekki hvað síst svona félagslegt húsnæði sjá, til dæmis bara eins og í Vínarborg, alveg stórkostleg hverfi og byggingar sem að voru skipulögð fyrir vinnandi fólk á þeim tíma til að búa til húsnæði á viðráðanlegu verði en leið að búa til fallegt umhverfi. Og það gerir líka þessar eignir verðmætari fyrir fólkið. Auðvitað líður manum betur í slíku umhverfi en eignirnar verða líka verðmætari. En svona, ef við skoðum svona kannski þessa pólitíkina í þessu að þá, og ég alveg sammála að það skiptir öllu máli að búa í fallegu umhverfi og þá líður manni betur og hugsar fallegri hugsanir og gerir fallegri hluti en sko það þetta sko hvort að markaðsöflin eigi að ráða húsnæðismarkaðnum ég vil meina það að sú stefna hafi gengið sér til húðar hér á Íslandi eða hvort að við eigum að hugsa meira í félagslegu lausnum og við sjáum það náttúrulega að áhrif Bjargs sem nú búið að afhenda 500 íbúðinu þegar hefur lækkað húsnæðiskostnað þeirra lægslaunu kannski 100 skall á mánuði þessum voru á leigumarkanum þannig að hvernig snýr miðflokkur sér í því að hugsa í félagslegu lausnum á móti því að láta markaðin húsnæðismálin. Ég held því óhjákvæmilegt að blanda þessu saman en markaðsöflin geta þetta líka hjálpað til við félagslegu uppbygginguna ef þau hafa skýran ramma og menn þá þurfa að keppa innan þessi ramma sem stjórnvöld búa til, keppa það að búa til gott húsnæði á hagstæðu verði og í fallegu umhverfi. Þannig að mér finnst þetta algjörlega þurfa að spila saman og ég myndi bæta því við að ég myndi vilja sjá að fólk það væri aftur svona litið til þess að fólk hefði tækifæri til þess að eignast húsnæði. Eftir bankahrunið þá jókst mjög verulega hlutfallslega sá hluti fólk sem var á leigumarkaði og leiga varð alveg fáránlega há á Íslandi. Þannig að í stað þess að bara sætt okkur við að sú sé raunin, þá finnst mér að þurfi aftur að gefa fólki, lágtekju fólki líka, eða fólki með millitekjur og lægri tekjur, aftur tækifæri til þess að eignast sitt eigið húsnæði, en það sjá við bara dæmum það að fólk að borga meira í leigu en það þyrfti að borga í afborganir af húsnæði, en fær samt ekki greiðslumat, fær ekki leyfi til þess að eignast og bara haldið í gildru þar sem það er að borga hærri leigu í hverju mánuði. En hvernig? En hvernig við hvernig gefum við fólki tækifæri til að eignast húsnæði og viðráðanlegu verði? Er það breyta greiðslumátinu eða? Sko, annars vegar þetta það sem við höfum rætt sko, að það sé byggt nægt húsnæði á viðráðanlegu verði og það gerist ekki á meðan ekki verið að útvega lóðir. Á meðan að sveitarfélögin, ég myndi gera sérstaka athugasemd við Reykjavík með svona þessa þrengingastefnu borgarinnar sem að gagnast fyrst og fremst hátekjufólki, það er að segja að þær íbúðir sem eru byggðar þannig eru dýrar, þær hafa verið mjög dýrar, þessar íbúðir sem hafa verið byggðar á undanförnu. Þannig að við þurfum fleiri lóðir og þar af leiðandi meira framboð sem að þýðir lægra verð. En einnig aðstoð við það að kaupa sér húsnæði og við höfum svo sem haft ákveðnar leiðir til þess á Íslandi gegnum tíðina eins og með vaxtabótum og slíku
og þessi hlutdeildar leið sem að vera að setja á stað núna, ég vona hún virki, mér skilst reyndar að það séu mjög margir sem hafa beðið lengi eftir því að fá að taka þátt í því fyrirkomulagi og fá aldrei svör og svo bara missa menn þá íbúð sem þeir ætlaði að kaupa. En þetta þarf alltaf að haldast í hendur. Framboðið þarf að verða meira. Það er nóg til að fyrirtækjum sem væri til í að byggja ef að lóðurnar væri til staðar og þá væri verðið viðráðanlegra og auðveldara fyrir fólk að kaupa. En það er hins vegar verið á vissan hátt að fara í þveröfug átt eins og með lögum sem voru samþykkt núna í lok þingsins sem að meiri sé að fjármálafyrirtækin sjálf sögðu skýrt í sínu umsögn að yrði til þess að færra lágtekjufólk fengi lán. Því að það var verið að veita heimild til kerfisins, í þessu tilviki Seðlabankans, að segja hverjir væri þess verðugir að fá lán til að kaupa sér húsnæði og hverjir ekki. Og þar finnst mér að stjórnkerfið sé að bregðast og mætti kannski treysta fólki og jafnvel markaðnum betur. Því að í gegnum tíðin á Íslandi undanfarna áratugi hafa menn unnið sig upp, fólk fengið að kaupa fasteign og tekjurnar sem að þetta fólk var með þegar það keypti fasteign og ungt fólk sögðu kannski geta alla sögunum framtíða tekjur. Því að menn keyptu fasteigna og gátu þá unnið meira, tekjurnar hækkuðu með aldrinum og menn eignuðist sitt eigið húsnæði. Nú er bara eiginlega verið að loka á þetta, finnst mér. En við þurfum vist að ræða eitthvað fleira en húsnæðismál og tíminn jæst upp. Annað sem brennur mjög mikið á verkfallshreyfingunni núna, það er náttúrulega mjög mikið sem brennur á okkur, en það sem við sjáum útboð öldrunarþjónustu. Og það að hleypa markaðsöflunum inn í útboð og velferðarþjónustu að það er að skila sér nú strax í að það að fara að semja á öðrum kjarasamningum, verið kjarasamningum hugsanlega, höfum við grunnum, fólki er sagt upp við lok starfsævinnar í staðinn fyrir að við einhvern veginn gerum þetta vel, opinber þjónusta og öldrunarmáli verður náttúrulega gríðarlega stór mál í framtíðinni, þar sem við erum að eldast hratt og krefjumst góðrar þjónustu. Já. Hvernig ég reyna að nálgast pólitík miðflokksins í þessum málum, hvernig lítur þú á skyldu hins opinbera til þess að veita þjónustu til borgarana ekki sem viðskiptavina heldur sem borgarar með réttindi? Að mínu mati er þetta eina frumskyldum ríkisins, það er að passa upp á fólk þegar að það er komið á þennan aldur eða er orðið veikt til viðbótar við þriðju frumskylduna að reyna að tryggja öryggi fólks eins og kostir sem þetta lítur á þessu líka. Og ég held að þessi vandi og sístækkandi vandi í öldrunarþjónustunni sé ekki endilega afleiðing af því að það hafa verið sjálfstæð félög að reka öldrunarheimili, heldur miklu frekar af því hvernig ríkið hefur staðið að samningum um þessa þjónustu. Því að vandinn er líka til staðar á ríkisreknustofnunum. Það kostar bara meira en menn hafa viðurkennt að veita þessa þjónustu. Og ef að menn bara horfast ekki í augu við það hvað þetta er dýrt, þá verður ekki hægt að veita þá þjónustu sem að fólk á reyndar nú þegar rétt á, að þú talar rétt einstaklingi, ég tek undir það, fólk á ákveðin rétt sem þegnar í þessu landi. En sá réttur sem er þegar tryggður í lögum, það er ekki verið að uppfylla hann. Og það er misbrestur á því bæði hjá ríkisreknustofnunum og hinum sem að er í vinnu fyrir ríkið við að veita þessa þjónustu. Og það er bara vegna þess að menn hafa ekki sætt sig við hvað þetta er dýrt og mun bara verða dýrar eftir því sem árun líða og aldurssamsetningin færist. Gerur að greina mun á rekstraformum eftir hvort að þetta sé arðsemi sjónamið sem er rekin eða hver er að reka hjúkrunarheimili? Já, í fyrsta lagi þá náttúrulega kannski erfitt að sjá að menn fari mikið út í það núna að þeir ætla að græða peninga að reka hjúkrunarheimili, en ég viðurkenni það samt alveg
að auðvitað lítur maður sérstaklega jákvæðum augum á þá sem að eru í þessu af hugsjón og eru búnir í sumum tilvikum jafnvel fyrir áratugum síðan að koma á stað einhverju starfsemi sem að fyrst og fremst ætlaði að vera hugsjónastarf. En hjá slíkum stofnunum þá kostar þetta pening líka og ekkert síður en annar staðar. Svoleiðis að ég er nú á því að ríkið ætti að minnstakosti að byrja á því að sýna slíkum samtökum virðingu, samtökum sem að hafa skilað samfélaginu var gríðarlega miklu áratugum saman og reyndar ekki bara í öldrunarþjónustu heldur má nefna fjölmörg dæmi þetta eins og Krabbameinsfélagið SÁÁ og ýmislegt fleira sem að mér finnst núverandi ríkisstjórn hafa vanvirt og talið eiginlega til óþurftar og tilhneigingin hafi verið svo að þjappa öllu saman á eitt stað undir eitt miðstýrt kerfi. Þá hefði í heilbrigðismálunum það sem verður að ýta öllu utan af landsbyggðinu og allstaðar að inn á Landspítalanum við Hringbraut og þetta er ekki svo sem alveg nýtilkomið með þessa ríkisstjórn. Þessi samþjöppunarstefna er búin að vera í gildi líklega 25 ár í heilbrigðismálum og hún birtist núna í öldrunarmálunum líka en hún er ekki vænleg til árangurs held ég. Ég svona áður en við förum að ljúka þessu þá vil ég ræða við þig skattkerfi. Já. Og ég hef þá hugmynd skattkerfi að þau að vera til tekjuöflunar en þá líka notaðu til jöfnunar og tilfærslukerfi sem við þekkjum, barnabótakerfið, vaxtabótakerfið og svo framvegis. Að þeir sem aflögu eru færir eiga að greiða meiri skatta og við notum þetta til þess að bæta samfélagi fyrir alla og auka möguleika allra til náms og heilsu og svo framvegis. Hvað er svona grundvallar hugsjón miðflokksins í skattamálum? Ég hugsa að hún fari nú nokkuð nærri svona norrænu grundvallar hugsjónin í skattamálum og jafnvel sumum af sósíaldemókrata flokkunum á Norðurlöndum að skattkerfið eigi vissulega eins og þú segir að vera jöfnunartæki en ég myndi þó bæta því við að skattkerfið þurfi líka að vera hvetjandi til vinnu og verðmætasköpunar. Ég held að sé orðið ágefni hvað skattkerfið okkar er orðið kerfisvætt og með of marga neikvæða hvata innbyggða. Þess að fólk ungt fólk sem er að eignast heimili og er að byggja upp fyrir sig og fjölskylduna því sé óhóflega refsað fyrir meiri vinnu og ég held að þurfi ekkert að vera svona. Ég held að við getum passað upp á þá tekjulægri með styrkjakerfinu og stuðningi eins og á Norðurlöndum þar sem að menn reynda að leggja áherslu á að stuðningurinn eigi að vera bara jafnt fyrir allt samfélagið svona kannski meira mæli en hér en einhvað síður að við getum tryggt öllum viðunandi afkomu en það má ekki leiða til þess að við komum í veg fyrir möguleika fólks á að auka tekjur sínar, ráðstöfunartekjur og vinna svo upp. Og vilt hvetja fólk til að vinna meira en hvar kemur stytting vinnuvíkunar þar inn? Ég held að sá möguleiki vera til staðar fyrir fólk sem að vill vinna meira er að reyna að eignast húsnæði eða hvað sem er að sá möguleiki verði að vera til staðar að auka tekjur sínar, ráðstöfunartekjur sínar með meiri vinnu án þess að við viljum viðhalda því fyrirkomulagi að fólk sé hér almennt í tvöfaldri vinnu og þurfa að reiða sig á yfirvinnu til þess að hafa viðunandi tekjur. Þannig að grunntekjurnar þurfa að vera í lagi en fólk á samt að hafa tækifæri til þess að bæta við það með meiri vinnu. Getur verkalýðshreyfingin treyst á það að hinn skipulega verkalýðshreyfing eigi sér einhvers konar málsvara hjá ykkur eins og öðru flokkum? Já, vissulega það eru margir í mínum flokki, ekki hvað síst á landsbyggðinni sem að hafa verið virkir í verkalýðshreyfingunni og gegnt þar jafnvel forystu embættum áratugum saman í sumum tilvikum og ég hef notið mjög góðs af leiðsögn þessa fólks og er algjörlega sannfærður það að verkalýðshreyfingin gegni
gríðarlega mikilvægu hlutverki í okkar samfélagi, en ég myndi á móti hvetja verkalýðshreyfinguna til að einbeita sér að grundvallar verkefnum eins og kjarabótum fremur en hlutum að borð við til dæmis umræðunum loftslagsmál eins og með nálgast hana, þó þetta sé gríðarlega mikilvægt atriði. En þar finnst mér einmitt skynsemishyggja ekki alveg ráða för og menn sé að fara leiðir sem að bitna sérstaklega á þeim tekjulægri með þessum nýju grænu gjöldum svo kölluðu og svona hefta möguleika fólks á til dæmis að eiga bíl og kaupa eldsneyti og svo framins. En við erum komin að lokum og ég ætla bara að fá að svara þessu örstutt að ekkert sem kemur lífskjörum fólks við verkalýðshreyfingunni óviðkomandi. Það er svona mitt svar við því. En takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.